Syndaselir. Jæja, þá erum við mættir aftur. Mættir ferskir. Já, ferskar. Þetta að taka sjá mér, þetta að fara upp hjá mér. Já, Fersleikinn eftir hérna 2 vikna sukk. Eftir 2 vikna fertusammáli. Já. Þá þarna það tók á. Skiljanlega. Ég ætla ekki að ljúga. Og það tók svona steinin úr í síðustu viku hjá mér. Og daginn sem við tókum við þáttinn, þá var ég eiginlega alveg sigraður, sko. Það var ekkert mikið eftir. Nei. Þú veist, orkulefið var lágt. Já. En það að fara upp á við. Já, búin að fara í ræktina. Búin að fara einu sinni í ræktina. Og sukka minna rjómapasta. Minna rjómapasta, minna sukk. Ég fór að vinna, ég fór til Boston. Skemmtileg Boston. Boston fín borg, sko. Og já, kannski hún bara fín, það góð punktur. Já, hún eiginlega ekkert eitthvað svona, finnst mér meira en það. Hún fín, en skóla. Það samt fullt hægt að gera og ég sem sagt tók eina vinkunum minna með mér út og þannig að við vorum alltaf svona, það svona þið fáu skipti sem maður tekur með í stopp þá maður alltaf þvælast meira. Já, svona smá sightseeing. Þú veist það þegar ég alltaf eins og Boston fer ég alltaf mikið, ég alltaf örugur í mínu, ég bara geri mitt þar og svo býði bara eftir ég sóttur. Já. Eða 5 dögum eða eitthvað. Þannig að ég tók þarna Sigrúnu samfélkingavingunum mína með. Og sem er í smá útrás núna. Sem mikill útrás. Það bara alltaf fara í gang, oddvita umræður, ekki hvað og hvað. Í samfélkingunni? Það bara það sveitarstjórnarkosningar. Svita, já, þetta veit ég, þetta útvarpið kallið mér. Ég byrjar að læra. Það Rás 2, þú ert að vera meira með þetta. Byrjar að læra. En ég ætla bara svona rétt að taka það fram, ef einhver að fara til Boston og on that area, þá einn svona flottasti, við fórum á Mescal restaurant. Gott nafn. Já, hann heitir Sabina samt, sko. Já, ok. Hann titla sig undir Mescal restaurant. Ok, sem því þá bara... Basically bara, það bara Mescal hann í bóði, Mescal drikkir. Já. Og geggjaðir koktelar. Reyndar eina sem ég fattaði. Hvað sagði hann héti? Sabina. Já, á Newbury Street. Ok, þú ert sem svona mest fancy, svona, þú veist, þetta svona, þú veist, þarna eru flotta búðir og flotti veitingastæðir og svona mikið flott fólk, svona. Já, og það aldrei svona, þú veist, þetta rétt við, flott ekki fólk, þetta er rétt við þarna, hvað heitir hann, tónlistarskólinn? Berkeley. Þetta er rétt við þar. Hann er svona út allt þarna, sko. Já, þetta er svona aðalbyggingin og þetta, þú veist, það sem þetta þú veist, það er mikið af fólki með grænt, fjólublátt hár, bleikt hár að glamra á gítar. Að læra á flautu. Já, og mikið gítarleikur. En allavega, við fórum á hann stað þarna og það er bara Mescal koktelar. Við náðum ekki að borða þarna, þau vorum búin að borða það. En geggjaður matseiðill þarna. Ok. Með svona mexikónskum þema. En það sem ég fætti þegar vorum komnir á svona 4. Mescal drikkin, koktelin, allir mjög góðir. Allir daldi eins á bragðið. Mescal svo afgerandi. Mér reykt á bragði, tekur svolítið yfir. Þess vegna hef ég átt fíla koktela sko, sem eru kannski með 15 millilítrum af Mescal ofan á tequila. Já, einmitt. Þetta yfirgnæmir aðeins sko. En ég vil Mescal gott samt. Já, bara Mescal Paloma er bara killer sko. Já, þannig ég ætla bara að mæla með. Bara ég fólk að fara þarna. Boston sko, ég náttúrulega fór þarna í september seinasta, spila þarna í einhverjum stað í Boston. Við gerðum eiginlega ekki neitt. Það er kannski smá þannig borg. Ég fór í Apple-búðina, þetta er svona þannig borg að maður svona, það er ekki eitthvað svona, verðum við ekki að kíkja þangað. Það er svo rólegt yfir þessu sko. Já, svona, fór okkur diner hérna eftir giggið sem var skemmtilegur, South Diner heitir hann. Og ég var mjög hrifinn af þeim diner, en það er eiginlega eina sem var frásögu færandi. Já, ég held að svona gott orðið Boston er bara, hún er næs. Svo náttúrulega fóru reyndar í NBC í Boston. Það var ekki svolítið öðru í sig. Hvað er það? NBC bara sjónvarsstöðin. Já, sjónvarsstöðin, já, einmitt, þið fóru að taka upp þar, já. NBC Boston. Þannig að það var þessi stöð, þú hefur verið að horfa. Útibúum allan borgir. Já, greinilega, en sko, sammálaði með Boston, en fín helgaferð, örugglega fullt af flottu veitingastöðum. Já. En ég var að vinna daginn og það kom gæi frá Boston, satt við barinn, og ég eitthvað, já, Boston er ekki skemmtilega bara. Og hann eitthvað, Nei, mitt, já. Þetta er ekkert gaman, sko. Nei, það er svona mín tilfinning að það sé ekkert eitthvað svona brjálu stemning, en hún er svona þægileg. Já, það er ekki sami kvíði og yfir New York kannski og svona. Nei.
Nei. En annars bara fínt sko. Gægja. En við þurfum nú að dressa eitt hérna eldsnögt. Ok. Varandi seinasta þátt. Ok. Þú varst að segja þetta sögu frá Akureyri og ég já, sem að bara var í seinasta þætti, við þurfum ekki að fara út í það, en svo var hérna smá komment sem að komi sko, svona joke varandi hnífstungu. Klaufalegt komment og það er náttúrulega svo viðkvæmt líka, þú veist, þetta var hnífstungu Akureyri held í nýlega. Já, ég meina það hnífstungur út allt, þú veist. Og fólk hefur, það er ekki eitthvað, og ég sko beindi þessu að sko manni sem að var í þessari sögu, sem að ég reyndar vissi ekki alveg hvern að vera að tala. Hann já, það var klaufalegt og svo sagði ég eitthvað svona joke eftir á en þú veist, það er samt sko örugglega mjög óþægilt að heyra svona joke sig sko. Hann bara biðst afsökunar því. Ég segja sama, ég biðst bara innilega afsökunar. Þú veist, klaufalegt, þetta var klaufalegt þannig og ég spottaði leið og við spottaðum bara leið en við bara biðst innilega afsökunar og þannig og reynum að halda betur á okkur höndunum. En talaðu þetta Kristrún, heitir það ekki? Jú, Frostadóttir. Frosta, Krifró, eins og ég kalla hann alltaf. Ég þurfti að sitja í gær yfir oddvita umræðum. Ok, þú hefur haft gott að þýtani. Þú hefur absolutt engan áhuga á einhvers konar atriði sem að felst undir einhvers konar pólitík eða umræðum það. Já, og hvernig var? Svona, sérstaklega, svona, er þetta ekki Þetta er sveitastjórnarkostningarnar. Þannig að þetta er svona, þú veist, bara hver bær fyrir sig. Nei, þetta var svona sveitafélag. Já, hvert sveitafélag fyrir sig. En já, ok, og svo þú veist, ég á vaktinni á Ráðstöðu í gær en svo þú veist, köttast inn í þannig að styttir í gæra því að það er þessar umræður og ég náttúrulega sitt við útsendinguna og bara þarf að passa allt sér í lagi, þannig að ég þarf að hlusta engar afsakarnir og mikið getur fólk verið leiðilegt við hvort annað, bara ángríns að því að ég hugsaði sko, ég saði mér þess að lóttinu bara veist, þetta er fólk sem árugla börn og hefur sagt við þau vera góður á leikskólanum eða skólanum, þú veist, ekki vera vondur við náungan, þú veist, segja þau fara svo beint í sjónvarpið og útvarpið og fara bara að skammast í hvort öðru og voru bara, þú veist, þetta var svo vond orka, þannig að þess vegna, þú veist spennuþrungin meiri spennuþrungin og fólk að rífast og skammast í hvort öðru. En málið, sko, eitt sem að mér finnst er sko, að þegar mér finnst alveg pólitík skemmtileg en núna erum við sko í mjög ótrúlega leiðilegum 2 eða svona mánuðum á Íslandi og það er sveitarstjórnarkosningar af því að I don't literally give a shit hvað er að gerast í Fáskrúðsbyggð eða hvað er að gerast í Hafnarfirði eða whatsoever í þessum bæjarfélögum eðlilega þegar þú veist þetta er ekki bæjarfélagi fólk hugsa alltaf bara út frá sínum hagsmunum og þannig virkar pólitík þannig að það er mikið svona, þú veist, það er mikið verið og allir svona passa svona hleypa höfuðborginu og ekki ómikið að það er alltaf aðalmálið það var jaft og þarna en svo erum við líka með sko ESB það hvort þegar kjósa þú veist hvort þegar halda einhvern aðalda við erum áfram og þetta er svona að blanda saman það er kosningar í ágúst svo erum við með þetta í mæ, svo heldur þetta ESB allir áfram og ég bara Jesus Christ, er ekki nema von að maður sé aðeins blautar þessa mánuðina er það ekki nema von að ég tegi mig í reykaflöskuna opna hana upp að gátt og klára hana í kvelli bara í 40 afmælisfögnuði who the fuck cares ángríns. En svo er annað samt, ertu búin að fylgja samt smá með þarna hvað er að gerast í Reykjavík? Nei. Með þetta miðflokksapparat sem er í gangi? Nei, hvað er í gangi sem er? Nei, bara þú veist, með bara kosningabaráttuna þeirra og þarna að því að það er við höfum talað um þetta áður með fólki sem er alltaf hefur svo miklu ágjör á bílastæðunum okkur sem að búið með viðbæðinu Þetta er lít Þetta er magna og það er alltaf svona kollega mínir þú veist, einhverjar flugfreyjur sem ég er að vinna með sem að þú veist, búa kannski einhvers staðar í Grafarholti eða Urriðarholti eða einhvað sem holtum að það sem þú náttúrulega fara bílastæði bara leið bara fyrir utan heima þér bara holta fólkið og helst bara 5 bílastæði á hvert einbýlishús og 3 bílar á mann og það er alltaf þetta lið sem er eitthvað svona og hvernig með bílastæðin? Mikla ágjör fyrir okkar hönd og ég er alltaf svona brjálastar áhugjum fyrir mína hönd hvernig sko bílastæðamálum er háttað þú veist, ég býrið miðbænum og hvernig er bílastæðin?
þú veist, það svona að fara beint í það bara hafðu þú ekki áhyggjur og alveg svona, og vonast til að sé bara eitthvað, þetta bara agalegt já. Þetta bara ekki hægt og ég náttúrulega hef aldrei átt í nú er ég búin að búi í miðbænum svona til eins að með bara, þú veist, síðan 2007 með svona fráveikum hér og þar þú veist, þetta mjög langt ferli þetta mörg ár í bílastæðamálum mínum í Reykjavíkur borg í miðbænum, ég hef aldrei átt í einasta vesenni í því að segja með bílastæði það hefur gerst, ég skal alveg viðurkenna það að stundum ég til dæmis tökundaginn, ég var að vinna daginn ég kom snemma heim, það var bara stutt flug ég kom heim og ég kom heim í miðbæinn korter í 3 þá ég að finna stæði það gladdi mig alveg hvað var nógu bílastæðum lausum þú veist það er vinnutími, fólk þú veist, þannig að þú veist ég náði bara beint fyrir utan heima með mér bílastæði en svona, þú veist, að ég þurfa að labba stundum frá þú veist, þarna í Sundhöllin og Barónstíg og niður á heimili mitt sem þú veist, 2 mínútna gangur eða þá ég nái ræni bílastæði frá þarna tækniskólanum a.k.a. Iðnskólinn í Reykjavík og þurfa að labba kannski þá í 4 mínútur þetta er aldrei pirrað mig sko, það er líka bara eins og Íslendingar viljir ekki hreyfa sig eða labba neitt nema það sé í workclass svo finnst mér þetta svo skemmtileg umræða svo miðflokkurinn með einhver svona rísa þar sem að hann þarna ég Ari Edvald þarna ég keyrandi það var í sömbústæðinum með talju og keyrandi á þarna ég keyra sko á lokari göngugötu í Össustræti á Teslunni sinni augljóslega heyri sem myndbandar hann ennþá á naglum það skröltir í nagladækjunum bara sem bannað í dag og bara eitthvað, og hvað með bílastæðin og sjá þetta hérna að þetta sé að hér eru blómapottar í stað þess að fólk geti lagt hér beint fyrir utan og svo bara halda áfram og við erum að tala þetta eru kannski svona 30 bílastæði sem búið að taka frá en að því sögðu þá finnst mér líka svo gaman að hlusta á þetta fólk að því að þau þú veist, ég þegar mátti leggja bílnum fyrir utan það sem að Brynja var það sem að Herrafattarverslun Kormáks Skjaldari núna þú veist, ef við tökum bara Brynju sem dæmi þú veist, það var þegar mátti leggja þar hjá hverjar voru líkunar á því að þú náðir bílastæði beint fyrir utan Brynju þegar það voru bílastæðar 1% þetta voru lottólíkur korter í þú veist, fólk þurfti stöðugt að finna bílastæði annars staðar við fjöldina sem bílum sem búið að taka er náttúrulega ekki neitt og svo náttúrulega þú veist eins og áður hefur komið fram bara og flestir sem hafa einhver svona smá röksýn og að þá þú veist við erum með 10 bílastæðahúsa ég held að margir viti það ekki með að við hvernig vælið Nei, það vill ekki en svo kemur líka, þannig ég klára það svo umræðan þetta lið sem að segir já maður bara alveg hættir að fara í miðbæinn þú veist, þetta er eitthvað fólk sem býr þú veist, í Fannafoldinni eða einhver stær í Grávói eða bara tökum dæmi það eða Holtafólk, þú veist, þetta er Holtafólkið og Garðbæingar og þú veist, einhver svona fleiri þú veist, en kannski, þú veist, þeir sem að viðkemur já, allavega þetta er lið sem að hefur bara ekkert komið í miðbæinn og þegar þau segja ég hætti að fara í miðbæinn þegar ég gat ekki lagt fyrir utan Brynju þegar ég hætti að geta lagt beint fyrir utan Brynju þá hætti ég að fara í miðbæinn þetta er fólk sem beinlínis bara að ljúga að því að máli keep the fact open að þetta lið sem að tala að þau hafi aldrei komið sér miðbæinn eða fari ekki lengur í miðbæinn þau geti lagt beint fyrir utan Brynju eða þá núna Herrafattarverslun Kormáks Skjaldar þau náðu aldrei stæða þarna þannig að þau eru beinlínis að ljúga þau eru að segja þetta til þess að taka þátt í einhverju umræðu og þau eru að segja þetta til þess að vera í einhver svona já, nú ætlum við bara að vera í þessu miðflokksmengi þau eru náttúrulega að sækja sér atkvæði við ætlum að taka, já, nú er ég að tala líka bara, þú veist, það er bara í umræðinu þú veist, í kommentakerfinu bara einhver Didda Smith sem bara eitthvað, ég hætti bara alveg að fara í miðbæinn því ég gæti ekki lagt fyrir utan Evu því ég ætlaði að fara í Evu og þú veist, hún náði aldrei stæði fyrir utan Evu þannig hún þurfti alltaf að leggja á nákvæmlega svipuðum punkti og myndi ennþá leggja þannig í dag þannig að eina sem hún er að gera bara hún er að ljúga en af hverju heldur að þau séu hún vil vera partur af einhverju umræðu það sem er verið að tala það er búið að taka af okkur bílastæði þetta bara er ekki hægt nú bara búið að taka af mér öll bílastæði bara
búið að taka á okkur bílastæði, þetta telur á 100 bílastæði sem búið að taka á okkur restin eru bara upp í Grettisgötu, Klappastíg Freyjugötu, Lindagötu whatsoever, svo ég tala ekki öll hinn bílastæðhúsin þú veist, þetta er svo fáránlega nálgun í þessu liði og þetta er svo þunnt þú veist, þetta er svona sama, ég veit ekki þetta er að keyra einhver svona ógeðslega þunnu atriði sem varðar þau ekkert í rauninni og ef að miðflokkurinn ætlar að fara að ná einhverju 20% atkvæði bara tökum dæmi á því að tala um það sem búið að rífa bílastæðina fólki þá ætla ég að segja bara fokkið ykkur sko. Já, tek undir allt sem þú sagðir Já, bara það er bara ekki búið að taka neinn fokkin bílastæðin inn alltaf þegar maður keyrir fram fyrir hópin sem hefur eitthvað stórkostlega miklar áhyggjur að því hvar ég legg við heimili mitt í miðbænum hætti þú veist, finnið ykkur eitthvað annað áhyggjafni en hugsa hvar leggur Svenni bílum sínum þegar hann er að koma heim og vinna miklar áhyggjur af þér sko, að finna stæði þetta er bara gigantísvesen þegar maður keyrir fram í bílastæðahúsi það var alltaf svona 300 stæði laus eða það er alltaf bara svona alltaf laus stæði það er engin að leggja í þessu bílastæðahúsi rétt hjá mér hérna við það sem er Stjörnubíó Stjörnuportið heitir það þú veist, ég held að það sé sko 20% í notkun restin er alltaf autt þú veist, að þegar einhverju miðflokkspésar eru, þú veist ég veit ekki hvað þeir leggja bílnum en það sýnir sig greinilega kjósendur miðflokksins eru bara yfir höfuð ekki að fara mikið í miðbæinn þegar þeirra nálgun til miðbæðarins svo ég tala ekki oddvita flokksins sem er sko nýlega fluttir í miðbæinn eftir Arredvald gæinn bjó í Portugal og svo hann hefur eiginlega búið í Garðabæ allan tíman þú veist, hann hefur aldrei búið í miðbænum hann hefur enga nálgun þegar hann keyrði hérna á nagladekkjunum sínu það var ekki fyrsta skipti að koma í bæ ég hugsa hann ekki kerti Austurstræti bara síðan einhvern veginn að hann var einhverjum á rúndunum bara upp úr, þú veist, 80 bara ekki síðan hann fór á B5 hérna áður fyrir sko en sko mér verður heitt í hamsu, þú heyri það en ég ætti kannski að fara bara að tala við hann eina málefni sem ég til að taka slægin getum við fengið Ara Edvald í þáttinn næst, af því hann er syndaselur hann syndaselur? Hann er bara contender í syndaselur ársins ég bara, þú veist, og ég er hrifinn en þú veist, en getum við ekki fengið og bara Britta tekið smá á þetta ef að gera það? Ég til að ángríns heyri mjög eftir bara leið Ari, nú mætið þú og tala við með bílastæði og við verðum næs, við erum ekki að fara að stríða honum nei, en ég menna, þú veist já, ok, smá en sko ég sko talandi Boston sko, þá lögðu þau aðal aksturs highwayin undir allt Boston og þá komið fullt af blómum og eitthvað fyrir ofan en það er svolítið smart sko en ég er samt sumstar sem ég lappaðar þá lappaði maður svona fram hjá þessu highway þú stundir, það er subbuskapur sko. Bílar í er bara subbuskapur ég veit það en sko ég er með last samt sko sem tengist þessu ég laði á tækniskólanum daginn hvað langt sín og laðir þess? Ég er að leggja það núna ég held að það séu gjaldskylda nei, býtu hvar? Innfyrir? já, þú veist bara bara hliðin á Hallgrímskirkju eða bara við Hallgrímskirkju eða þú veist já, nei, þú ert að leggja eins og sér að fara inn í skólan hitt er löngu verið gjaldskyld what? Já, þannig, þetta er rookie mistake vá hvað þetta er skringilega mert þetta er bara ég starfsfólk sem ég tel mig stundu vera og nefnendur sem ég tel mig líka stundu vera fyrir þetta fitti þetta er bara að þú keirir inn fyrir sko, ég var nefnilega að reyna að lesa í þessi skildi og ég var svo ringlaður sko já, þú hefði fengið sekt já, hann var ekki stór af því að sko, ég var annur að fá 10 krónur sektirna sko ég líka þú veist, fyrir að vera með kannski 1 dekk upp á gangstétt sko ég veit það og sko lögreglan höfuðborgarsvæðinu veirar sér ekki við þeir sækja sér ég er með svo marga sektir og þá kemur sektandi lögreglan þú veist, það þeir bara séð og þeim þá er maður með sko rétt utan við hvítilínuna já, ég setti mitt í story á Syndarseli þarna, þú veist, screenshot af þið hefur borist póstur á Ísland.is það var stöðumála sektin sko ég er að fara á hausinn ég held að við tveir á milli okkar tvekja þá höldum við erum örugglega ástæðan fyrir opnum barnum árshátíðinni hjá lögreglun og bílastæðasjóði ég hugsa, já allavega barinn kannski ekki allt en barinn en þetta er flott sko vissir það núna, talandi þarna ég helgaði bílastæðum þessi þáttir vissið þú að þeir eru mestmægnis hættir að labba stöðumæluverðir nei, það vissi ekki sagt það hvað gera þeir?
nú er þetta svona rafrænt eftirlit. Er það hoppjóli? Nei, ég er svo rifinn. Þá sá ég þá og þeir eru 2 á vakt og þeir eru bara einhverju Kia. Nei. Þeir eru lítill Kia bifrið. Svo stendur bara Reykjavíkurborg rafrænt eftirlit. Nei. Þar getur þeir keyrt og svo er bara einhver byssa. Ég sér bara búm, ekki búin að borga þá bara sagt þær, ekki búin að borga Þess vegna maður að fá fleiri sektir heldur en í gamla daga. Það er búið að vera miklu meira upp á síðkast. Og þegar þú segir að maður hefur ekki séð bílastæðavörð bara í mörg ár. Og þannig að nú keyra þær bara út allt. En ég hugsaði sko eina ástæðan fyrir því að ég hefði getað orðið og hefði viljað. Og ég hefði hugsað það á tímabili bara, vá, kannski væri þetta bara næs. Þeir eru alltaf svo vel klæddir. Já. Þau geta labbað í öllum veðrum. Já, þetta eru skref. Já, ég hugsaði sko, þetta er náttúrulega ótrúlega góð vinna upp á bara líðhelsuna, sína eigin líðhelsu og sína eigin helsu yfir höfuð þú ert bara lappum öll þingkoltinn og þú lappar og sektar sko ég myndi gera núna sitja bollurnar inn í bíl koma við kannski einn í bílalúi að ég mikið fá hverjir kaffibáll eða snúð og svo keira þetta alltaf eins og lauruglumenn og bara eru þetta alltaf í sinu rafræn eftirliti með snúðin sinn og svo er náttúrulega verið 1 snúð verið 2 verið 3 og svo verið alltaf í 4 og 5 og 7 og eitthvað svona þú veist þetta verður svo fljótt vesen fyrir sjálfa þig sko 100% sko ég bara hef áhyggjur af þessu fyrir þeirra hönd sko ég myndi fíla skrefin og alltaf og ég meina setja bara eitthvað gott podcast á og svo bara ferðu út í vindin en sko ég myndi gera ég myndi tjekka alltaf á manneskjunni ef ég gæti sem á bílinn og ef að manneskjan er með svona andlit sem færi taugarnar á mér þá myndi ég sekta alltaf, en það er náttúrulega 90% af Íslendingum eru með andlit sem færi með taugarnar á mér reyndar, en ég myndi bara var að keyra áfram, ég ætla ekki að nefna þessa vinkuna mína þetta er stór vinkuna mín mér þykir rosa vænt hana en ég var næstu ég var að keyra niður Egilsgötuna á leiðinni hingað til þess að leggja bílinn ég var að keyra upp Egilsgötuna þá sé ég allt í henni eina á svona huggulegum svona jepling og mér langaði að segja bara nei, elsku vinkona þú verður hún var svo fúlas, hún var svona Íslendingafúla svipin og ef þið veit ekki hvað Íslendingafúla svipin er þetta er bara Íslendingasvipin þetta er skeifan þetta er einhver sagði við mig þess vegna heitir skeifan sko já, þetta er skeifan þetta er svipurinn sem allir eru með á skeifinni já, og eiginlega 90% Íslendingum með ég er að vanda mig að vera ekki með skeifu þegar þú veist, ég er bara farin að mér er svo umhugað þetta og að þetta er svo, ég hefur séð þetta lið þetta er hérna, og svo er þetta hérna og svo er alltaf smá hókin en það var einhver sem að sagði þetta er út af veðrum og vindum á Íslandi já, maður er alltaf svolítið með svona eitthvað að gera með kreftaraxlir og því kreftaraxlir, því meira fyrir nýður og því meira erum að verða sko, og það er svona, erum við först okkur líkamstjórningun okkar er sem sagt þessi þetta er Georg Bjartfreðarsson svipurinn þetta er svo skeifa þú veist, og mér finnst þetta sérstaklega eiga við konur og kalla á 60-saldri þessi vinkonu mín er nýkomin inn á 40-saldrin nei, hún er lok 40-aldurs sem því 39 ára 39, það er ósnefnt fyrir svipin aðeins ósnefnt, en hún er búin að vera kontender í mörg ár að vera með svona svip sko maður er alltaf einhvern veginn eins og maður vilja ekki láta tala við sig já, við erum með ömurlega líkamstjáningu svo flýgur Amerikarinn inn og bara geislar af honum bara og til í spjalli hey, how are you? Og við bara ég er orðin kanamella ok, útskýri núnar ok, sko, núna er ég búin að vera að vinna á Skál og starfsmaður mánaðarins og ársins þetta er mjög gaman ég segi velkomin tilbaka í bransan ég stjúl sakna þess, ég alveg tala ég sko þetta er eins og að fá fólk í mat til sín sem er alltaf ógeðslega þakklátt og ég veit, þetta var svona dillinu líka já bara auðvelt gig, veist hvað það var þar þú ert aldrei, ég er aldrei búin að við rættum líka daginn að fólk sem að fer eins og dildtökundæmi, þetta er fólk sem er búin að sko, þetta er svo stór partur af ferðinni þeirra þú veist, þetta er fólk sem að fer þau pöntuðin að stað löngu áður en komið til Íslands og þetta er alveg partur þú veist, það er partur af þeirra ferð var þú veist, þau fóru Gullfossi Geysi, einhver tring hér sjá einhverju pendusúlu svo fóru það til þannig að þau mæta inn og ég held að sé svipa með gestina, þessar erlendu gestina á Skál að þau eru búin að þetta eru það sem ég þól ekki á íslensku kalla foodie
Þetta svona fúrís. Já, hvað ætti maður að kalla á íslensku? Bara áhuga fólk mat. Þetta ekki alveg þjátt en fúrí finnst mér alveg, það voru margir á dillinu sem að koma gestir. Fúrí like I am. Allir með Instagram. And I'm a fúrí. Allir með svona matargram. En að því sögðu, það það svona fólk sem náttúrulega mætir og þau ekkert að detta inn eitthvað. Þau eru bara búin að ákvað fara þarna og þau mæta með svona virðingu fyrir staðnum, konseptinu, starfsfólkinu. Jákvæðinni líka bara. Já, og þeim finnst allt cool sem við gerum. Já. Sem að gefa manni smá svona, já, þetta bara pepp á kassan eitthvað. Það er svo gaman að gleðja. Já. Og svo er það komið svona góðan barþjónustu að því. Já, sko, og það er skemmtilega við að vera þarna á barnum er líka það að, ég er að hoppa út í sal með drykki og lendi í spjalli, ég er að lendi í svo góðu spjalli við sundlið þarna, bara svona þetta er genuinely bara nice, sko, ok, og svo er ég 8. barnum alltaf og núna á laugardaginn, nei, á sunnudaginn var ég með 5 Amerikana af 6 sætum hjá barnum, allir solo dining, skilur hérna 5 stakir kanar út að borða einir og þarna það maður að gera smá barþjónatrykk ef maður ætlar að gera eitthvað annað en að spjalla við þetta lið, það er að tengja. Ég tengdi þau alveg hægri vinstri og í lokin var þetta orðið bara svona hittingur hjá þeim, þau voru bara where are you from, oh my god og what do you do og bara ævisagan og alla græjur og ég kann að meta, ég ætla, sko hrós eða lof er á kannan fyrir að vera rosalega góður í að fara einn út að borða, þú ert líka góður í, ég er mjög góður í því, en þetta er svo gott sport og þessi líkar mættu gera þetta meira. Því það er eiginlega svona oftar en ekki skemmtilega að fara einn út að borða, sko. Já, og ef maður er stuði að lenda á góðu spjalli. En máli, það er eitt sem ég er búin að læra á svona mínum, svona, þú veist, og því að fara stundilega Ameríku í vinnunni í stopp og svona, að það er að, jú, ég er mjög góður í að fara einn út að borða, en ég er rosalega góður í að fara einn út að borða með síma minn. Já. Og það sem Ameríkanar gera, sem ég er búin að fatta í Bandaríkjunum, er að ef að ég er að setjast við bar í Bandaríkjunum, bara eins og veitingastað eða bara þú veist bar eða öðru, bara skiptir ekki máli, bara ef ég sest við barinn, að þá er ég svona óopinber regla að gefa leyfi á að ég sé að fara að tjata annarkvæmt í barþjónin eða í manneskinu við hliðina á mér. Ef ég er bara í símanum sem að, þú veist, auðvitað mér er alveg frjálst að gera þannig séð, það er ég samt að sína smá dónaskap með því að sita við barinn og vera ekki til í að spjalla. Og ég fíla það. Og ég er alveg búin að, þú veist, ég er aðeins búin að læra þetta núna, þú veist, að þegar fyrst ég var að koma þá fannst mér rosa gaman að sita við barinn og svo er ég bara í símanum. Dettur alveg í hann, skilur við. En þú veist, ef ég er í símanum er ég ofta ekkert einn heldur. Þú veist, ég er bara eitthvað að spjalla við þig eða einhvern eða skoða einhverja, þú veist, leiðilega síðu. Og þannig að ég... En þú veist, algjörlega, ég er sammála en þetta er alveg svona, þetta er þekkt svona, þannig að ég óskrifi regla í Bandaríkjunum að þú situr við barinn, það ert að gefa, þú veist, það áttu að þá ertu bara einhverju sósíal dæmi og þú veist, ég minna og mér finnst það bara góð regla, sko. Mér finnst það geggjur regla og mér finnst alltaf lækast að koma við barinn, panta, fara svona aðeins í síman og svo klára. Alveg, en þú veist, bara leið að þú veist, barþjóðnum byrja eitthvað að spjalla, það ámar alltaf að gefa þeim líka, þú veist, að vera bara, ég ætla að spjalla hans við þig og þetta er svo gott sport, sko, sem að eða tengjast og þarna finnst mér svolítið líka barþjóðin sko eiga að tengja ef hann getur. En þetta er skill. Þetta er skill. Og þetta er líka kemur reynslinni þar. Já, hann kemur reynslan og mér finnst þetta algjörð sport og mér finnst geðið gaman að tengja fólk og... Já, sérstaklega líka þegar stundum getur maður líka alveg verið að vinna á bar og haft alveg smá áhyggjur því bara upp á síðan og er aðeins búin að gefa, þú veist, að þegar kannski manneskjan fattar ekki alveg að maður er að vinna líka og þannig að maður getur stundum orðið sko daldið of, þú veist, manneskjan tekur aðeins svo mikið af manni á meðan maður er á vaktinni, þannig að maður er fegin ofta að geta tengt annan við. Maður fann líka bara stundum aðeins mitt vinna þá þá maður tengja þetta lið. En það er eitt sem ég fattaði með að... En varstu þá svona dettin í samræðir á og til eitthvað? Nei, sko, ef þau voru komin á flug þá bara var ég alveg út fyrir, skilur. En þú veist, ég hef alveg lent í bara með fólki sem situr kannski 2 tíma í barinn og við erum bara orðnir bestu vinnir, skilur mig. Er það að fá eitthvað þjórfé? Já, ég fekk einhverja 1000 kalla. Ok, tekur það með þér heim að sittur í samanlega sjó? Ég er ekki búin að sjá neitt sjó, þannig að ég eftir að spyrja. Absolutt, heim með þetta, takk. Já, þetta er ég trúi á, sko,
ef að situm við barinn og maður að sjá þetta lið þá hlýtur maður að mega taka smá sko. en ég finnst að ég hef aldrei skilið þetta samlega þjóður setið búið til einhver starfsmanna ég sagði það einhvern veginn, það var einum stað sem ég er að vinna þá var ég komið svo mikið nóg á þessu við setjum þetta alltaf þemmilega þjóð hérna maður bara, come on, ég er búin að vera að gemma og jú, ég skil alveg að kokkarnir fá ekki neitt og þeir elda matinn og það er alveg punktur út af fyrir sig Já, algjörlega, en maður er bara mikið að vorka þetta sjálfur það sem ég sagði ekkert, ég sagði bara setjum bara eitthvað, að það fari bara ég veit ekki, 2, 3, 4, 5% af launurum okkar bara á hverju mánuði, það fer bara inn í starfsmannsjóð og svo búum bara til partí út af því leifið mér að taka hann að blessa $20 sem ég fæ Já, og eins og segi, maður er búin að vorka þetta svolítið sjálfur ég meina, ef fólk er óslega ánægt með matinn þjónustan miðlungs, þá er ekkert að fara að skilja til þjóðféð en ef að þú ert geggjaður, þá skilja til þjóðféð þannig að þetta er í rauninni og það er líka þekkt dæmi að sko, ef að þjónustan er góð þá hækkar standardin á matnum að einhverju leyti algjörlega það er að segja sko að maturinn getur verið miðlungs en með geggjari þjónustu er maturinn á alltaf orðin frábær af því að það var bara upplifunin að staðnum orðin svo geggjuð þetta er skiptið bara hjúsmáli og þar erum við að vorka þannig að leifiði danna að taka þjórfið Já, allavega einhverja 1000 kalla það var nú svona drama á sliparnum þegar einhver fekk 15 skall það var verið að gefa þjórfið og þetta var svona áður en að Ísland var kannski svona crazy turista það var svona það leiti sem var að byrja 2012 og þá einhvern veginn var kannski ekki alveg eins fólk var kannski ekki eins meðvitað það að það ætti ekki að gefa þjórfið í Íslandi mér finnst að allir vita það núna það er enginn að spurja mig lengur fólk var alltaf að spurja á sliparnum bara eitthvað, hvernig er þetta með þjórfið hér þannig að það kom stundum einhverju stórlaxar og hendur kannski 15k eða eitthvað á eitthvað borð og allir eru grænir af öfundsýki skilur og bara þetta má ekki og það var alltaf á öllum starfsmannafundum var sko hálftíma umræðu þetta þjórfi og hvernig þetta ætti það að vera þetta var alltaf búið að vera drama held ég á veitingastöðum hver tekur þjórfi en ég veit það ekki við kemst að þessu fyrir næsta þátt ég sjá hvort að ég sé skammaður ekki en ég tók eftir einu sem að sko mest áhugavert varandi fordóma hjá manni sjálfu ég byrjaði að vinna á Skál og þekkti þarna Einsa í eldhúsinu sem var í Keflavík topp er sú hljómsveit hætt? Hinn gæin er svona er hún í dvala? Já, hún er í dvala, hinn gæin er sko eitthvað svona að reyna að vera ríkur í verðbréfamiðlun eða eitthvað kemur ekki alveg tíma fyrir þetta listræna innspó nei, ekki alveg kannski en þeir gáðu svo geggjaða ljóðabók þar sem að Sölvi Tryggvason hann var svona módelið á öllum myndunum sem voru í ljóðabókinni og svo bara svona eiginlega sama dag og þessi ljóðabók kom út þá var hann eitthvað cancelled fyrir að drepa vændiskonu eða hvað sem það var hvað var það aftur? Ég maður ekki en það var eitthvað svona hann átti að vera eitthvað reyður svo var þetta allt eitthvað bull og eitthvað það var svo allt í fokki þetta var viðkvæmt andrúmsloft þarna á þessum tíma sko. Þannig að það einhvern veginn gerði þessa ljóðabók betri en einsið meistari og hann er í eldhúsinu og Kili þarna og Irma og Þilja og svona gott krú Hvað kallaði þú eftir Einar daginn? Hann heitir Einar Birkir Já, þú kallaði hann Birkir Já, stundum, ég ger þetta stundum sko Ég var alveg ringlaður, ég bara, hver er það? Stundum sko, heilabilun hjá mér er sko að segja oft seinna nafnið Segir aldrei Rúnar um mig Ég er ekki lendið, þetta fer eftir en, ok, þetta er toppfólki toppfólki Svo er náttúrulega alltaf pólverjar og fólk frá Litáen og ég tók eftir því sjálfur mér, ekki með þetta á sínum tíma að ég væri með smá fordóma Fyrir hverjum þá? Sko, ekki fyrir kannski endilega pólverjónum, en það er mikið pólverjum í eldhúsinu og ég basically bara svona án þess að fatta það ímyndaði mig bara að það væri hinn klassíski pólski kokkur sem er alltaf smá grömpi eða bara út frá þannig hefur oftast verið gegnum tíðina að það sé svolítið svona grömpi pólveri sem tekur eiginlega ekkert þátt og reykir Winston rauðar og svona fer auðvöld í fílu eitthvað klikkar hjá þjóninum eða eitthvað svona þetta er fordómur í mér að því að sko ég fór með þeim út á lífið eða í fyrradag nánar kannski það eftir þá er þetta allt bara gull af munn eða skilur þetta auðvitað er þetta bara gott fólk en það sem ég hugsaði eftir á dig in the grave það hugsaði eftir á er bara svona vákamaður á það til að hugsa ómeðvitað gera ráð fyrir maður setur oft
þetta er þess ég með mína fordóma fyrir kínversku fólki. Já. Þú veist, ég veit að það þarf ekki nema eitt lítið andartak hjá mér til þess að bara þessi fordóma fara alveg frá. Ef ég bara svona gerir mér smávegis og tek örlítla sko, þú veist, já, ef ég bara, þú veist, ef ég tek örlítla sko hrokan úr þessu og reyni að kynna mér aðeins meira what's happening, þú veist, í bara kultúr og fleira. Já, einmitt, bara, og kultúr landsins yfir höfu líka og alltaf einmitt í bara þessari mannesku sem á móti mér. Af því að við erum alltaf að búa okkur til skoðun út frá stereó. Sem því miður kannski oft algengt, þú veist, stereotypan náttúrulega kannski brúta ástæðu, þannig að þú veist, í okkar reynslu það fer meira fyrir stereotypunni. Það fer meira, já. Þannig að, og þú veist, þess vegna en hvað, voru þessir Austur-Evrópu búið svona hressir eða? Bara æðislegt lið og ég bara dásamlegt. Mér þetta bara allt geggja, skiljum mér bara allt staffið þarna sjúklega skemmtilegt, en sko, eins og ég segir, sko, ég ætla að læra leksíu af þessu, að maður má ekki leyfa hausnum óvart að fara eitthvað svona. En eins og ég segi, því að oftast hafa pólsku kokkarnir verið lang fúlastir, skiljum við, en það ekki. En ég meina, hefur svona íslenska grútin í eldhúsinu. Þetta alveg lélegasta típan, sko. Þetta alveg, eins og segi, þess vegna þetta fordómar, sko. Sem að og sjáðu, ég maður á meiri. En ég ætla samt sem maður að segja að ég samt sem maður ennþá alveg með smá svona fyrir alla þjónusturlefinu hjá Austur-Evrópubúum og það þannig að þetta kannski smá last að ég ákvað að kíkja í þarna Reyni Bakar á Dalvík. Reyni Bakari var gamall Vestmanningur og opnaði bakari á Dalvík og hann látinn í dag og það komið alveg svona eitthvað skrítið eignarhald á þetta bakari og sem ég alveg svona tekið eftir að þetta er uppáhaldsbakari hennar mömmu, uppáhaldsbakari mitt þess vegna. Fyrir utan 280 bakari við þetta. Þetta svo öðruvísi bakari. Þetta handkraftsbakari, hitt bara, þú veist, gamla góða. Og Reyni Bakari, þetta þú veist, þarna fara kallarnir, hitta 7 á mótnana á eftirlaununum og eru til 3 þegar lokar. Já, bara kaffi og kleinur. Og það drikkið sko umtalsvert magna gevalega kaffi á pumpi brúsa, þú veist, mikið mjólk. Gerist ekki betra. Og svo verið að fara yfir daginn og veginn og þetta þú veist, mest tilmegnis svona gamli sjálfstæðismenn, svona harðir, svona gömlu, svona stjætt með stjætt sjálfstæðismenn. Já. Og þarna bara trúabræðið. Já, og bara svona gömlu, bara svona, þú veist, þetta er gæjarnir sem gerðu sjálfstæðisblokkina því sem þetta var. Þú veist, þetta voru iðnaðarmennirnir, þetta voru þú veist, mennir sem voru að byggja upp og fleira. Já. En allavega, það sem ég gerist að ég búin að fara þarna nokkru sinnum og heldur þetta hljóðs í lægja smá, jú, það ekki. Það verið að bora þarna uppi. Það verið að bora þarna uppi. Ef verið að bora annars þar. Já, við erum blá veður. Já. Og hér einhverja mega framkvæmdir í gangi. Mega. En allavega, ég ætla að segja þarna, en ég sett þannig að ég fer oft þarna í Reyni Bakara en svo ég teki eftir að þetta orðið einhvers konar skrítið, eða þú veist, eignarhaldi eitthvað öðruvísi og þannig svona eldri asísku maður með geggjutýpa, alltaf með pensa, svona þarna, hvað heitir þetta? Sixpensara. Já. Og hann þarna og svo einhverja asíska konur og svo líka rosa mikið austur-evrópsku fólki þarna. Já. Svona blanda af Asíu og Austur-Evrópu að vinna að gera í íslensku bakaríinu. Smá fusion. Já, smá fusion. Nema það að það eru tvær, sko asísku konur eru geggjar, það eru alltaf bara halló, svo hann þarna í maður með sixpensaran bara og hann þú veist, hann þekkir mamma fastagestur þarna. Já. Þú veist, hún ferða þarna enn og það bara halló gugga, ólala og þú veist, bara þú veist, hann hefur alveg tekið alla fastakonuna og greinlega heldur og svo vel utan þessi gamla kjarna. Svo eru austur-evrópsku konurnar og veistu það, ég fór að daginn og ég held hún ætlaði að drepa mig. Já, hún var það. Fyrir það að ég væri að það, því að þú veist, þú ferð í bakari og þú ert eitthvað svona, já, ég ætla að fá þetta svo ætla að fá það, þú veist, þú ert að gefa, þú veist, maður ekki alveg búin að ákveða alltaf allt, maður alltaf svona örlítið ákveða, svo var hún bara orðin svona, komið sko hendurinn í kross og farin svona með tappa fætirnar og horfði svona á mig og ég eitthvað, já, ok, og svo bara eitthvað I'll just take the bread og hún eitthvað what bread? Nei. Do you have sourdough bread? Yes. Já. Og svo bara do you want to cut it or not cut it? Don't cut. Bara no worries. Þetta vildi ég fá að skori en ég þorði ekki að dirfast. Þetta svo fyndið. Og svo fattaði allt henni, já, ég ætla að kaupa þarna dónut, þannig að litla frænda mín. Já.
og ég bara byrja að svið, já því það var hann búin að stimpla allt inn nei og allt fatt að ég hafa dónutin, já og ég fæ bara svona fuck, það dónutin og svo horfði hann að mig, something else og ég bara og ég keyrði í annað bakari til þess að kaupa dónut hann er litla frændi mínu af því ég þorði ekki að versla meira af þessari konu, hún var hann svo reið út í mig ég skilði þig og svo var önnur kona við hliðina mér, ég elska þegar svona kúnar taka svona, það er svona sem, þegar hún tók eftir ég var komin, að ég sagði eitthvað svona íslenskum bara við þessi konu, ég var svona já maður er bara komin í kvíðakast hún er bara, svo sagði ég labbi byrti segja eitthvað svona, gangi vel hún segi, já mér þeir þurfa því að halda það var rosalegt en þetta er þú veistu það, ég bara svo þarna mitt, svo veit ég ekki hún fúl út í mig, þetta bara fasið hennar? Ég held sér fasið of, sko ég held að þetta sé svolítið þannig, sko að því að þau get ekki öll verið svona fúl, sko Nei, en þetta við höfum talað það áður þetta er þessi austur-evróski þjónustulund bara í sko mínus hún er ekki plús sko, þetta er mínus ef hún væri góð, þá væri sennilega, þú veist, Kraká eða Varsjá eða eitthvað svona uppbólsborgina mér það er bara þetta að ég er alltaf svona svolítið tense út að borða eða á börum og svona, þú veist, ég verð gett svona tense og þetta svona, hefur alveg áhrif skilur, á heildarferðina kannski. Ég er að fara núna með nokkrum flugfreyjum vinkunum mínum á 50-daginn út að borða þar sem við erum að fara að plana ferðalag. Hvert er að fara að borða? Heyrðu, við erum að fara á Ránagötu. Það er svona lítil vimbar þarna, mann hvað hann heitir. Við erum að tala um þarna sem er líka svona hótel. Er þetta ég hef aldrei farað á þetta. Litlibarinn heitir það, Litlibarinn, já. Ég farað á þetta, þetta er mjög kósí, sko. Já. Er þetta ekki svona, þú veist, Svenn og flugfreyjur að hittast? Jú, þetta er það alveg. Þetta er, þú veist, reyndar að þetta er hótel, þá svona er einn og einn svona gaur sem er nýkomin úr jeppaferð, þú veist, kannski. Ok, þá má vinna með það. Bara enn og aftur fusion, sko. Já, en ég hlakka til að segja frá. En við erum að fara að hittast og við erum að fara yfir að þegar við erum að spáði, fara þetta ekki dansk. Já, nú lýst mér á. Og sama núna í haust, svona haustferð. Já. Svenni og fluffirnar. Mér stað flott. Já, en ég er eitthvað svona, ég er að spá í að, já, að þú veist að þegar við hittum, maður hittist aldrei. Langt í það? Já, við erum vinahópir, þú veist, þetta er ég sko, tíminn líður. Já, rétt. En nú er sumar, þú veist, það er ekkert í sumar, við getum ekkert hist. Nei. Þú veist, við erum alltaf mismundi skrá og fólk með börn og eitthvað. Já, og þarna, einmitt, fólk með börn og svo þarna svo erum við öll líka á mismundi skrá, þannig að þetta þarf allir svona, þú veist, þessi hittingur okkar hafa búið að plana hann í mjög langan tíma. Já. Þú veist, það þarf alveg, við þurfum að requesta frí fyrir þetta allt og sko, ég farið haust að það ekki dansk, þetta er ógeðslega hlýtt og gott á þessum tíma, sko. En svo var ég svona að hugsa, sko, að hvort það maður ætti ekki bara að fleia og vera bara fyrir bara til Edinborgar. Þú veist, þetta er stutt, ég er náttúrulega maður Edinborgar í dag. Nú er náttúrulega vinur Edinborgar. Fyrir vinur Norrlandsins farið mig við til Edinborgar. Já, komin yfir hafið. Já, en get dansk ég var svona spáðið, þú veist, ámar ekki að frekar að fara bara í einhvern svona, þú veist, nú er þetta neytinda spurning sem ég ætla að spyrja. Þegar maður að fara svona stuttarferðir, þú veist, við erum ekki að fara að vera lengur en 2 daga. Já. Þú veist, max 3. Þú veist, ámar ekki bara að skella sér í flugtími 1:50 eða 2 tímar. Sko, þú veist, ámar að vera að taka langan flugtíma og lendi ykkur fúl, svo verður þetta svo ferðið svo mikið fúst, þú finnst ekki maður. Þú veist, leið, þú veist, að ég átti líka að fara með fúla austur-evrópska þjónustu lundina í hausuna mér og ég var bara eftir að vera fúsið allan tíman. Stelpur, þetta er ekki til lægi. Maður er smá eftir sig stundum. Maður er að versla hérna og það er bara verið því líkum, þú veist, ég þekki máli þetta verður svona, því líkum móttökunnar eitthvað svona, þú veist, ég ætti að vera svo fúll. Það safnast líka svo saman. Skeifan eftir, íslenska skeifan eftir að mynda svo mig. Svenni skeifa. Og þú veist, þetta verður ekki gott að meðan ég get fært til Edinborgar sem allir eru tiltölulega ljótir. Ég er eins og Calvin Klein model en fæ góða þjónustu. Já, og bara, og leigubílstjórinn er sko bara svona uppistandslevel af fyndin, sko. Svo eru komið 2 kærastar líka og þú veist, það eru þeir sem eru að tósa þeir. Skemmir ekki. Sko, líka með þarna eins og getansk, sko, það myndir líka sko, það sko safnast, það byggir vona hvort það safna saman. Ég veit, ég mun bara ekki ná mér. Þannig í lokin, það byrjar svona að maður er bara eitthvað vátt, ég ætla að þessi ekki alveg brjálið. Já, þetta er svo fast í haustunum á mér að þá fyrir þetta leið. Já, maður fyrir svona stjöfittur þessi gæla. Bara leið í lendi. Það var bara svona gate agentin sem tekur á mót þeirri. Já, þetta er bara svona. Þú er beint í 100 bara. Það bara fer ekki, það fer nú ekki lítið fyrir þessu. Ég ætla að vera svo leiðilegur. En það er ekki dansk og þetta er kannski líka bara ferða pælingar, sko. Það er plus og mínus.
dansk, ömuleg þjónusta en miklu ódýrara. Það nefnilega það sko. Þannig að maður kannski að borga fyrir shit þjónustu en maður rosalega ánæður af því að það svo ódýrt veist, þannig að það gallin við kannski þú veist Skotlandi sko. Þannig að góð þjónusta og gett skemmtileg stemming og dýrara eða öfugt verðlagið náttúrulega mjög ódýrt og það eiginlega það sem það var eiginlega svona örlítið ákvörðun okkar með þetta að fara þarna sem að ég verður eiginlega vítur því fyrir nefni Edinborg út af þessu að við vorum að hugsa sko hvert getum við farið, Æsland að byrja að fljúga beint þannig að við komum kannski á standbæ öll. Hvað margir klukkar? Ég held að þetta sé einhver svona 4 sko. Svona mikið? Já, kannski örgulega 3 ég veit það ekki. Já, örgulega nær niður í 3 og einhvað. Svona löng mynd. En já, þannig að við vorum að skoða líka, þú veist, hvert getum við farið sem við getum verið bara þegar einu er búin að finna eitthvað 5 ok, ég hætti við Edinborg, hún er búin að finna eitthvað 5-stjörnu hótel í 3 nætur 3.000 kall nóttin. Heyri, þetta er 70 kall fyrir okkur öll, við erum 5. What? Hvað er þetta, kojur? Nei, þetta er 5-stjörnu hótel. Já, auðvitað. Svona þetta ekki þetta er 5-stjörnu koja. Svo fer maður í Uber. Nei, svo getum við farið bara að borða og væna og dæna og við bara alltaf ekki, ég tek reikningin ángríns og maður er svo blístrandi ánæður maður verður svo ánæður bara og svo fer maður í Uber og hann er kannski bara 400 kall skilur og maður er bara en ég hlakkar rosalega til að ferðast með þessum konum sko, því að það eru stórkostlega skemmt, við fórum saman til New York í fyrra og við ég hef bara sjaldan þetta er svona hópur sem maður sko grenjar og hlátri og mýgur hans í sig allan tíman hvað þetta er gaman það er algjört hjá konum ég vissi þetta ekki fyrir nýlega sérstaklega þú kemst upp á þegar grindabóttina aðeins að fara að síga kallast þetta síin grindabótn, þetta gerist þetta í 35 þetta er ekki, eins og við segjum ég vissi ekki að þetta væri svo algengt fyrir nýlega og þarna er ég að fara með hóp af konum með sigrum grindabótni í bleiu við erum bara sterpir, nú erum við að fóra þetta að djama upp með bleiuna og bara elsku ég er með eitthvað svona að reyna að skoða sumar og hvert maður ætti að fara og svona, ég held ég fari ekki raskat ég ætla ekki að fara neitt í sumar, ég ætla að nota haustið ég ætla mögulega að fara og hitta Víking út af Spáni í maí hvað er Spáni? einhver starf, mann það ekki mann ekki ég bara sagði bara já en að ég svo held ég verði bara heima bara ég líka, við tökum gott sumar saman ég ætla líka að taka smá, það sem ég ætla að gera sumar ég ætla að taka smá vinnu sumar ég líka í raun og veru, ég ætla að fara bara ég ætla að nota þetta sumar daldi að vera bara ég ætla að hitta þig við munum hitta þig á miðvikudum daldið og svo ætla ég að nota þetta bara eins og ég sé að fara bara í einhverju svona vertíð bara ég er búin að segja það nákvæmlega sama sem er alltaf næs þá bara gerum ég engin plön sumar er líka, maður er eitthvað svo það er svo bjart og maður er einhvern veginn dettur í skáng og ég er einhvern veginn bara alveg til í að bara, ég er til að fara, svo er ég til að vera í fríi þá er ég til að vita að ég er að vinna á skál ég kíkja og fæ mér 2 kannski fæ mér svo 1-2 öllar eftir vakt með Danna eða það verður flott sumar þetta verður sumari mitt og við reynum að þetta verður Úlfarsfell, umtalsverð magna hreyfingu mikið magna bjór Egilsstaðir, við þurfum að fara þangað höfuðborg Austurlands kynnast fólkinu þar en að því sögðu er eitthvað fleira fréttir? Ég fór á 2 tónleika föstudaginn tók smá svona ég var að taka smá pásu ég þarf að mynda mýgar endar komur aftur föstudaginn þá fór ég á 2 tónleika og einir af þeim fyrir tónleikarnir ég fór á voru á Akranesi fórstu? Ég fór upp á Akranes heimili Írskudagana heldur betur mikið finnst mér þetta flottur bær ég hef aldrei farið svona þú veist skoða þann þannig séð ég fór einu sinni bara inn og út og það var þú veist myrkur og ég fór fekk augndropa þannig ég var blindur og ég sá ekki neitt sko. Þú fórst til augnlæknis þar eða ekki? Smá neytendaráð fyrir hópin eða ekki pantið ykkur augnlækni á Akranesi það fór tíma leið ég fekk tíma með 2 daga eftir 2 daga ekki einhver svona 5 mánuðir nei sko hitt voru án þess að íkja 3 mánuðir í bið þannig að neytendaráð check þannig að þú varst ekki ástfangin á bænum þá ég fór inn beint með hverju fórstu þarna? Ég var bara að vinna fyrir ástöðu þannig ég fór 1 sko og var eitthvað svona þú veist að taka við til og var að gera svona klippu
Farið þau svona rást við bíl eða? Nei, reyndar ekki, ég þarf að tjekka því sko. En sko útsendingabíltjúk svo fór ég þú veist inn í bæinn og var þú veist tónleikarnir voru í bíóhöllinu sem lengst inni við sjóin, þannig að ég sá og mér finnst þetta var ógeðslega sjarmerandi svona gamla Íslands fílingur, svona húsin oft svona eldri, ljótu blokkirnar bara svolítið fyrir utan einhvern veginn fannst mér og svona breiða götur og krakkar að hjóla og fuglarnir syngjandi og svona, mér fannst þetta mega sjarmerandi bær, ég var mjög hrifinn og þannig fyrir þess að tónleika og það er svo sem ekki frá sig að færandi en svo bruna ég tilbaka og fyrir aðra tónleika í Tónabíó sem í sem þetta bara Skipholti, já, akkurat, já þetta var bingo í gang það sem Reykjavík brúir í þannig sem sagt búið að opna bingosalinn aftur já og þetta orðið tónleik og að gera hann upp að þessu já, og það búið að búið til smá gólf þarna svo eru líka sætin, þú veist, í brekkunni en ég fór þangað að sjá hverju mann ekki hvað heita surfljónsveitin Körvers já, Arnars já, þeir eru eitthvað finnst ég glemmi, Brim eitthvað já, það heitir bara Brim og því ég tekið viðtalið Körver á kvöldinu á undan og við eruðum perluvinir á Akranes nei, ég tók viðtalið kvöldið á bara í kvöldáttinni og við eruðum perluvinir það var instant-tenging hann ógeðslega skemmtilegur hann að ég fer hérna upp á Tónabíó og hann svona tekur mig strax að sér og eitthvað og hann þú veist að kynna mig fyrir öllum og ég að taka viðtölu og svona en sko það sem að ég vil koma framfæri er rauninni hvað þetta er geðveikur tónleikasalur og hvað það er þú veist, hvet fólk svo mikið til að fara á eitthvað svona eitthvað band sem þú fílar af því þarna var sko surfhljómsveit svo var eitthvað svona perúsk bongotrómi atriði þú veist hjá gæjanum sem La Pablana hann er eitthvað svona músikant sko og fólk að dansa eitthvað það er eitthvað mexikanst La Pablana er ekki mexikansk stöður jú, hann er frá Mexíku gæjan já, þetta er mexikanst en með perúsku íbáði músikin er svona perúsk fusion já, við svona 60 psychedelju allavega, hún heitir La Dimension og þeir hendur ekki múin að gefa neitt út en það var svona karnival feelingur í loftinu, það var einhvern veginn svona ég veit ekki bara svona öðruvísi stemming, en allavega bara ógeðslega flotti tónleikasalur og þetta verður að halda sig, þetta er ógeðslega þetta er svo erfið rekstur sko og erfitt að fá fólk út oft sko úr Netflix sofanum sko en vá, ég bara var svo ógeðslega hrifinn núna þegar er að koma þegar við erum í 77 kostingum örlítið, þannig að ég hvenar þú veist, af hverju bara tölum við þetta við Ara Edvald í næsta þetti þú veist, af hverju ekki að einblína sem meira bara að einhverju þessum málum bara menningamálunum þú veist, þessu sögufræga húsi þarna eru stæði orðin, nóga stæðum ekki af ágjörðu því og þarna en þú veist, þetta er sko sögufrægt hús sem ég bara er mjög gladur að vita að það sé einhvað í gangi en svo vitum við ekkert að þetta er það þund á þessu sko og þessu erfiður rekstur maður veit ekkert hvenær mun það hallindan fæti og bara loka þetta þarf að vera styrst þá er spurningin líka hver vill taka við þessu þú veist að þegar þú veist ég og þú getum alveg verið með miklu hugmyndir eitthvað að taka við einhvað en svo er spurningin nenni maður að gera og stendur og stendur undir sér og þú veist allt er að milli þetta er allt spurningar sem að Ari Edvald fara að svara í næsta þætti þetta er svipað Bíóparadís, ég meina hefur það ekki átt fengið smá hjálp svona til að halda sig gangandi heldur betur og alveg svona daldið of mikla finnst mér nú stundum ég segi nú ekki, það er nú annað það er svoleiðis innspýtingin sem að þau fá þau megi ekki hætta auðvitað ekki, en bara þú veist hvað er Óli Hjörtur bara að hýrða þetta allt eða? Nei, en hann er hættur já, ég hýrða það ég skal nú segja það með Bíóparadís þannig að þú veist, sko, svo er ég all-in fyrir það að borgin og ríkið styrki menningaviðburði þú veist, þetta var ekki að vera eitthvað svona á framfæri bara þú veist, enga framtækið á að fá hjálp frá borginni eða ríkinu þegar kemur að list og bara menningar viðburðum yfir höfuð mér finnst það bara, þetta er bara þú veist, þetta er eitthvað sem að gefur og bara, þú veist, þetta er gjöfin endurlaus bara túristandi mun ekki koma eða það er ekkert svo er það yfirbyggingin til dæmis á Bíóparadís ég hugsa bara, ok, ef ég væri tökum dæmi, Sveinn Rúnar Einarsson verður borgarstjóri næst og svo kemur hún þarna í Hrönn
Hrönn Sveins sem yfir Bíóparadís og segir, nú þurfum við að fá enn og aftur 200 milljónir frá ykkur þá þyrfti ég að setja sniður með Hrönn og segja, Hrönn, nú þurfum við að fara yfir yfirbygginguna þína hér þið eru með sko verkefnastjóra ofan að verkefnastjóra, svo einhver annar verkefnastjóri svo hún yfir þarna, svo einhver önnur sem yfir, svo einhver sem rekstrastjóri þetta er sko magnið af millistjórnendum í litlum bíóhúsi þetta bara 3 salir bara ógætt að chilla svo var Ólíur, hann var rekstrastjóra þarna það bara 2 svo er einhver sem yfir barnum, svo er einhver sem yfir þessu herru, við þurfum bara að slaka aðeins strauja þetta og ég heldur ekki á því að Bíóparadís sé að vera einhver koktelstaður nei, það skilur, mér finnst það bara fáralegt mér finnst það einhver yfirbygging sem á ekki að vera þú veist, það á að vera að halda utanum því að geta sýnt góða myndir hafa ágætis poppjál einhvers konar magna bjór og rauðvíni og hvítvíni that's it, þú veist, þetta er búin að losa þig við yfirbarþjón skilur þú, þannig að ég held alveg, þú veist, þegar ríkið og borgin eiga styrkja svona hluti þá þarf líka að hugsa, sko, yfirbyggingin á ekki að vera eins og þetta sé 300 manna vinnustöður. Nei, nákvæmlega, þetta fyndi ég að segja þetta, þú veist, maður sér alltaf bara 2 vakt. Ég veit að Ari Edvald, Palli sonur hans hann kemur með innleggi þetta já, hann verður sammála mér það var alltaf verið 2 vaktarnar, sko. Ég segi mestalegt koktelar og krana ef þú endilega vilja bara svona sem þetta að sulla bara út, skilur bara hægt að henda honum þá bara í og bara út með þetta en þetta er svona mitt mat sammála, þannig að Lof og Tónabíó og Lof líka Akranes, eða ekki, þú ert hrifin honum Lof Akranes líka getur verið Óli Palli sem búin að gera eitthvað alltaf mikið fyrir bæinn þar ég vissin það hann talsmaður Akranes bæjar og hann að halda þess að tónleika og hann gullamanni sem maður ég bara tengi mikið við hann en svo daginn eftir var ég í hádegis vakt upp í útvarpinu og það var sennilega erfiðasta eða versta útvarpsvakt sem ég tekið hingað til þetta var svo erfitt af hverju? Sko ég mætti og þú veist eitthvað svona og það fréttir þú veist klukkan 2 og klukkan 3 og þetta mjög mikilvægt bara sem fólk hlustar á og það að vera på 10 það var einhver hiksti í kerfinu þú veist það ekki séns held ég að ég hef gert eitthvað það sem að það pásast of snemma og ég panika og skipti bara yfir að þú veist rás 1 þannig að þú veist að rás 1 var rás 2 í rauninni bara svo að vera eitthvað og svo þú veist keyri ég bara aftur prógramið á stað bara, tónlist skilur á rás 2 í staðin fyrir fréttir að því að þú veist þetta bara stoppaði og þú varst ekki kvíðakvist þetta grínast, sko, svo kemur fréttagælan hún mjög næs og við áttum gott spjall eftir á eitthvað svona en hún var skiljanlega mjög pirruð og mætti bara hvað í gangi? Hún að vera að lesa fréttir? Já, hún að lesa fréttir Danni var svo klúður að 6 fréttum Nei, 2 fréttum 2 fréttum, allt í lagi eða 3 Ég segi allt í góði ef þetta ekki 6 og 7 fréttir Já, ég náttúrulega yfir 7 fréttunum og það allt upp á 10 en þarna skilur við stoppaði kerfið og snemma, þetta allt ekki automatískt skilur við mig, þannig að ég þurfti einhvern veginn bara að reyna að improvisa og ég var í svo miklu spennufalli eftir þetta og ég var bara guð minn góður og ég bara þurfti að fara bara þarna var nú gott ef ríkisstofnunum væri með bar á kantinum ég sagði það við Sigga Gunnars ég spjallaði, hann var hjálpaði mig með þetta hann til okkar líka bara jú, klárlega, mjög skemmtlur og ég sagði bara ég að fara heim að drekka inn á Jack-Lusku það bara, þú veist ég var bara andandi í bréfpoka sko. en svo þú veist, þú voru allir svo næs það einhver tíman sem þú myndir fella óvirkan alkoholista þá verður það að þú verður að klúðra fréttum á RÚV sem að þú veist, það bara manneski á næsta stúdíu og aðfara að lesa þess þú veist, allt eins og það að vera og þú bara eitthvað, það gerist eitthvað skilur og þetta er náttúrulega minna ábyrgð þó að ég skil ekki alveg hvað gerðist skilur mig en ég menna þetta reddaðist og ég, þú veist, fréttakonan var senkun á 2 fréttunum eða? Það bara fór ekki í gang það voru ekki, þú slöktur á 2 fréttum ég gerði ekki einhver slöktu allt í góðu ég hef nú ekkert að móti 2 fréttum þannig að ég myndi slökka ég væri pirraður, ég væri heima alveg brjálaður ég skil það þetta er þarna veistu hvernig þú símdi að fyrir þarna hvernig? Já, svona er þetta þegar maður borgar svo maður að borga skattana sína í þetta, þarna var ég lappandi alveg brjálaður gólfið. Ángríns, ég náði mig niður á endanum og fór bara beint á vakt á Skál og þá finnum maður mitt fyrir þessu kannski svona laumaði einum þá beint í blóti þá sko líka
þetta kemur sko hvaða kósi að vera veitingageranum, þetta bara svona búbla fóru bara inn í þessa búblu, hendi símanum bara í töskuna og var bara í þessari búblu bara að taka mótið fólki í mat og hafa gaman, spjalla ég var náttúrulega að spá, hvenær eigum við getum við klára vakt hér taka vakt hérna á veður? Klára okkar þátt hér og fara svo bara beint í sem að dagtir ekki á skál ég til ég hlunum að næst en svo fórum við aðeins út í fyrradag skálkrúið fórum á Bullseye og ég kom setna, ég kom eftir þáttinn árásinu og beint í pílu, þau voru búin að vera hérna í pílu einhverja 2 klukkutíma og allir að missa vitið skilur við 2 tímar aðeins svo mikið að pílu finnst mér finnst eiginlega hálftími og mikið last á pílu, ég bara djúvill þetta leiðilegt bara þetta og hægt þetta og leiðum að þetta líka spjall við einhvern góðan félag ég veit það ég veit ekki hversu marga vini sem hafa verið í pílu og eitthvað, ég ætla ekki að kíkja á að vera í pílu og svo siti ég þarna með þeim og þeir í pílu og ég er svona að brýta át af málæti mínu og prófa að fara að vera með svo ég bara, annarkvort ég bara geggjaður í svona leik, það fer eftir svona, það fer að því ég er líka tilur fer svona eftir alltaf ástandi augnana þú veist, dagamunur en mér finnst þetta ekki gaman ég bara hef reynt það er ekkert gaman, shuffleboard eins og ég eftir að prófa það finnst mér skemmtilegt hvað er gaman ég er að prófa það en sko, af því það er hraði í því og það er taktík líka meiri og þú ert einhvern veginn það er eins og við þurfum hraða eins og fútból eitthvað svona en það verður bara ekki til neinar sko skemmtilegar umræður í pílu, það er alltaf verið að brjóta upp flæðið einhvern veginn í góðu spjalli en allavega þannig að þeir voru búin að vera 1,5 tíma of lengi í pílu þau voru hérna bara alveg bara stjörf bara af pílu en við rúllum góða pítsur geggjaði pítsur mjög góða pítsur það var bara eitthvað svona alls konar pantað og ég var bara eitthvað mjög gott 18 tómur sem eru bestu tegundirna pítsu sama þóttu sérst að fara að borða einn eða ekki ángurís svo er það beintanir á Irishman í karaoke var okkar kona sem við nefnum ekki að nafna þar? Nei, hún var ekki en það var gaman það væri gaman að það væri reverb á Irishman Ertu ekki sammála? Þetta hann Var ég búin að segja frá því ég fór í sveppatripp og fekk mér þarna ég fór í karaoke Nei. Og ég kom með söguna þetta er daldið síðan þetta er fyrnt þetta er alveg góð að segja ég var að segja sögun daginn og þá mann ég eftir í að mér fannst ég vera svo geggjaður en svo daginn eftir þá fór ég einhver karaoke þarna og þá var ég bara það vantar reverb á þetta eins og þú talaði en þá var einhver, en þetta er langt síðan ég sagði, þetta er svo löngu fyrnt en þannig er málum veist að ég fór einhvern tímann á þetta var rosalegt, ég fór á þetta er smá saga sko er ég nokkuð truflaðið það? Nei Ég er nefnilega verið að segja þegar þetta kemur með karaoke ég var bara múið að gleyma henni ég semst fór að hitta gamla vinn minn og þessi gamli vinn minn hann var eitthvað hérna á landinu og svo mann ég að við erum eitthvað að fá okkur þú veist ég ætla bara að hitta henni 2 bjóra fer að fæ mig 2 bjóra og svo þarna svo var hann með svona eitthvað sveppapoka og ég held að þetta séu bara sveppir bara svona íslenskir sveppir þannig ég var eitthvað ég fæ mig kannski nokkra sveppi ekkert mál og ætlaði kannski að vera svona mjúkur þú veist að þegar maður getur fengið sér svona 5 íslenski sveppa og verið farið mjúkur í gegnum menn voru að stunda þetta á tímabili það er mjög snið, sérstaklega fólk er að þú veist vil taka drikkjupás og eitthvað takið bara 5 sveppa og fara út og bara verið í fíling þetta er langar ekkert endal í drikk mikið þú ert búin að fá því sveppi en það sem gerist þarna er að ég fæ mér þessu sveppi og sveppinir eru bara þú veist, hann var búin að dýfa einhverju sýru eða einhvað búið aðeins að djúsa það upp svo bara hverfur þessi herramaður ég sitt einn á Irishman og þetta var kannski svona 3-kvöld eða eitthvað það voru svona 4 inni og allt í hennu byrja bara augaemnið mér að vera bara zoom. Oh my god þannig ég enda á því að verða hellaður þannig inn á Irishman svona það er starfsfólk þarna þar með kona sem nefningin af sem að fattar hvað er í gangi og hún bara eitthvað inn í karaoke er ekki með þig bara þú varst bara einangrun bara quarantine þú veist bara þú getur ekki verið og hún kom að því að máli er ég var semi-spækaður það hefði alveg mátt segja bara hvað það búið að setja svona síri í þetta og ég hefði sleppt þessu momenti það er bara pure spike en ég meina þú veist þetta er sann sem áralega þetta er funny en það sem gerist er að
þessi kona, vinkona okkar á Írskabarnum, hún segir þarna við mig og ég man eftir þess að auðvitað var ég að fríka út. Ég ætlaði ekki að fara eitthvað tripp. Líka að þetta var meira en þú bjóstu við. Meira, ég var bara hellaður. Ég var bara einhverju víkendmyndbandi. Jésús. Þú veist, það var bara ærismenn og allt innum fannst mér að vera 500 manns inni. Já. Þú veist, allt innum bara, djöðlega mikið að fólki hérna. Og svo bara, augasteinarnir og það bara allt í gangi. Heyrðu, ég sjanghæður þarna inn og ég man hún segir við mig, hún segi, Svenni, nú þarf þú bara að leyfa svo að gerast. Don't fight back. Þetta var svo gott að heyra. Já, bara sætta þig við örlög þín. Já, hún var bara, þú veist, don't fight back, nú þurftu bara að leyfa svo. Ég fer henni í Karaoke-Herbergi og er bara ég fer að taka lagið. Já, when in Rome. Og það er bara mikrofóninu upp og það er bara Falling in Love með Elvis Presley. Já, aftur og aftur. Og ég það var svona æfing. Ég var á tónleikum. Þetta voru stór tónleikar og ég stend þarna og það er bara fullt af fólki verið af því að mér fannst að vera svo margir inni og svo einhver svona heyrði ég það hefur einhver klappað eitthvað einu sinni, ég var bara thank you so much, thank you og svo bara held ég áfram og áfram nema það komið þarna inn og þá er ég ekkert að syngja víst ég er bara eitthvað hellaður herri, þannig eru smá montin allavega, þetta var svona innskotið með Karaoke að því ég man hvað þetta var, þú veist, alveg frábært en að því að þetta eru svo lélega að því vegna þess að þetta eru svo lélega mækar þarna það er aldrei gaman í Karaoke þarna nema að þú farið sveppi með Siri eins og gerði þannig í gamla dag svona einhver vinahópur að sveppa sig í gang þetta var svona lengra svo manni ég fóði á montin, ég fyrir fram ég held að ég hef séð Mæju stórvinkuna þáttarins þá var það bara einhver 300 kílóa kona með húfu og ég bara, hvað er Mæja? Og vinkona okkar á barnum bara eitthvað nei, Svenni, nú er þessi opsjónir heyrðu, þá allt innu kemur eitthvað blessaði Svenni og ég bara horfi við hliðina þá held ég líka að vera sér opsjónu þá var það strákur sem ég ekki búin að vera eitthvað að reyna við og hann bara blessaði Svenni, hvað segir þið? Hversu slæmt að hitta þannig típu í þessu og mómenti? ég horfa að vinkona okkar á barnum ég bara, er hann líka opsjónir? Og hún bara, nei Svenni, nú hann heyrði það? Já that ship has sailed svo var ég sendur aftur inn í Karaoke-Herbergi og svo svona loknaði bara þar út af en þetta var rosalegt að því ég fari svo oft í Karaoke í Ískabarnum alltaf verið pirraður yfir því hvað mikrofónir eru lélegir sko Rúnar sagði að það væri að því að fólk er svo miklir abar að það sko þú veist, ef þú hækkar á mikið í reverbinu þá getur komið feedback þú veist og eitthvað fólk var afvís bara alltaf að þú veist, feedbacka bara til dauða skilur við eitthvað og það mikið og eitthvað og það hátt en þetta er eiginlega bara ónýtt, þetta kerfi sko mér finnst eiginlega faralt að selja þetta er bara pínlítið box þannig að þú veist að það bara finna út úr feedbackinu og hafa reverb segi ég, því að við vorum að þetta gamla Reykjavík það er fullt af fólki sem er með þarna í svona bara þrjálausa mæka og flott þetta er alveg hægt sko þetta er bara ekki þessi boxi þetta er piece of shit box, ég myndi, ég ætla bara að segja sem neytandi, nema að ég væri á sveppatrippi með Siri það hlýtur að heita eitthvað það hlýtur að vera og þarna, en líka taka fram þetta gerist fyrir löngu og þarna þá myndi ég vilja fá endurgreitt ég myndi borga 15 skalllenga fyrir klukkutímanna bara afþakka þess ég væri bara, heyrði þetta fáralegt kallar hann á gamla Reykjavík frábært hljóð, reverb og maður hljóðmaði bara eins og $1 million $1 það er það sem þú vilt fá út úr þessu sko þetta er náttúrulega smá ekobúst að fara í karaoke sko. Já, svo var líka hækkað í botn samt heyrðist. En hvaða lög voru að syngja þarna svo helst? Ég tek alltaf Angel. Þú tekur alltaf Angel. Og við tókum Disney-sirpu. Ég tók A Whole New World. Þið eru náttúrulega mestmagnis smá lúðar að vinna þarna. Algjörlega, það var allir til í og það var tekið Circle of Life þar sem að Keli tók allan tíman og þetta var stemmingin, mjög gaman svo var við Montenegro skot og bara mikil hamingja sem að ég ætla að segja, fær lof fullkomið skot, þetta er 25% eða eitthvað svona þetta er fullkomið skot sko. Og þetta er ekki 40 sem er að frá fokka þér upp þetta er bara cirka helmingurinn af því og þú færir svona skotstemminguna og passlega liftingu en ekki black eða brán. Það var ekkert blakk á þér? Það var ekkert blakk eða brán, nei. Það var með passlegt kvöld, sko, því svo lokar þarna og við förum í smá eftirsetu á Kalda. Því að hann Kristján Stjáni okkar að Kalda? Stjáni á Kalda. Til hamingju með daginn sín. Hann átti afmæli og bara hamingju óskir til hans. Og ég náði kynastunum aðeins betur núna, ég veit aldrei náð góð spjalli. Nei, hann er frábær, sko. Hann er mjög gaman að spjalla með hann. Þarna var sko Kristján og gæði sem heitir Freddi.
sem líka mjög skemmtilegur sko. Og þarna sátum við eitthvað fram eftir bara að fara þarna í peningaleiknum þar sem þú kastar sko upp að vegg skilur þetta var bara svona chill og cozy og cozy eftirseta og svo bara heim í hugleitin sko. Þannig að þetta var enginn að prjóna yfir sig og allir í stuði það er mjög fallegt sko. Var ekki Irma með? Irma og Keli og Keli bara sjúklega skemmtilegur alltaf og góðan gír þannig að þetta var gott kvöld, passlegt ekkert brán, ekkert blakk og allir í fíling þannig að það er svona kannski búið að vera bara vika mín það held ég það er flott ég er bara, ég sammála nú er bara heilsan á mér, ég ætla að reyna að drulla mér búlfarsfjallu eftir, boom 1-0, svo er ég búin að lofa ég er að fyrir þetta mæ okkar svo er ég að spá í það er eitthvað svona expo play á við þarna í Reykjavík Cocktailweekend það er eitthvað svona að maður þarf að kaupa sér mýð og eitthvað þá er þetta fórið flækjusti fyrir mig en það ég var ekki að kíkja það bara þú ert að fara tics í eitthvað oh my god fyllin kortanúmer en ég sko nú er þetta náttúrulega búið þegar við erum þessi þáttu kemur ég er spæði að láta bara miðvikudeginu ég er spæði að láta bara í dag það breytast til þú getur gert það þú bara you do you I do me en það er þátturinn, þetta er eiginlega búið en ég held að sé alveg gaman að fara á svona því að ég er alveg, þarna eru þú veist Ölgerðin og fleiri svona dreifingaaðilegar að reyna að koma vörunni sína framfæri og þetta er eitthvað svona smá rung og gaman Expo getur verið geðstu en Svangvít okkar, hún er að fara að keppa hérna með einhver svona óhefðbundin drykk og hún er með einhver svona drykk í einhver svona marsipan einhverju grænsaköku formið sem hún er búið til og eitthvað flott ég er alltaf sjárat sem Svangvíti og Veður sem sittum við inn á okkar heimavöll en þarna Keli sagði sko sem er þennsti barðun Íslands hann sagði að Veður stefnir í það að geta verið orðið bara besti koktelbar á Íslandi með aðstöðuna sem hann er komið með líka og metnaðin líka vantar ekki upp á metnaðin heldur af því að það er náttúrulega ekki svo margir staðir sem að bjóða bara upp á drykki og koktela eða bjór skilur þannig að ég tek undir hjá honum ég er alveg sammála, ég held að þetta sé bara ég held að þetta sé bara ég fer sem fer og þau halda sínu strikki eins og þau eru að gera þá bara held ég að þetta stefni ekki sko, ég held að þetta verði bara og er að verða ég kíkti eftir Laugardalsvaktina ég tók 2 með Kela hérna eftir Laugardalsvaktina mikið að gera? Brjálega að gera, geggjustemming í loftinu alltaf nóg að gera og bara kósi sko kvöld ég nefnilega held að þetta sé að ganga betur og betur hjá þeim út af því og þau eru búin að ná að marka þetta með það að það sé ekki að leiður eru fullt það er fullt þú ert ekki láta fólk standa út á gólfi eitthvað svona í ykkur það finnst mér rosa smart sem er að vera til þess að þau eru að fá fólk sem er til að koma aftur út af því að þau voru í svo góðri stemningu ég verð að koma með eina innskottsögur sem ég er búin að gleyma næstu mér fannst þetta svo fyndið það er ein vinkona þáttarins veitingageira kona hver er það? Ég ætla að halda þessu leyndu svona aðeins því að hún er ekki hérðan og var með vinni sína frá sínu landi í heimsókn 2 stelpur og þær fóru hérna á blinda fyllir í hérna kvöldi áður og komu svo þunnar að skála og svona og svo komu þær og hittu okkur á Veður og þar var svona ein stelpan hérna sem fór eitthvað út í smoke og þá fór ég eitthvað að spura út í kvöldi bara fyrir tilhjörn, bara eitthvað, hvernig var kvöldið í gær eitthvað bara eitthvað, mjög gaman okkur sko en gælan fyrir utan hún átti svakalegt kvöld og við bara bara hún endaði bara með einhverjum balkaskaga manni og ég veit hvað hvarf bara eitthvað svona svo kom hún inn og bara svona mínútu seinna þá var hún bara yes, like my husband he's always veist, og það kom bara svona andköf í mig og Kela og við horfðum bara svona var það stífi framhjaldið á Íslandi? Þetta var bara stíft með einum balkamanni flottir, ekki með lokal lasta það sko ef þú ætlar að fara ef þú ætlar að fara þá leið að vera í sambandi eða gift eða öðru leiti eða giftur og endilega halda fram í öðru landi farið í lokalin smakkaði lokal einn viking en þú búum að lofa last og allt það
Ég er bara búin að lasta, það var þetta var svona lof og last sem að Reynir bakari fekk þarna á Dalvi og það er raun og verið ekkert meir það, ég er einhvern veginn bara búin að fara í gegnum þessa viku frekar ánæður sko. Eitthvað framöndan, fyrir utan? Já, það í kvöld, svo ég að fara í flugfreyja hittinga morgun þarna á þessum staðna Ránagötu sem ég aldrei fer á. Já, litla bara. Það er aldrei kvarla að mér eitthvað lappanir Ránagötu. Þetta er rosalega út fyrir mannis okkur. Þetta er lengst ég hugsi þetta ekki hopp. Þetta er lengst hinum með þetta er sko í kjarna Vesturbæðurinn sko. Og það verður gaman og svo ég að fara að vinna daldið og svo fer ég bara í smá langa ferð til Chicago í næstu viku. Nice. Ég alltaf langa ferð til Chicago. Þannig að það verður alveg svona stemmari hjá mér þar. Þannig að við förum yfir það í næstu viku. Fyrir við það í næstu viku, við förum allavega yfir þannig bara þarna í næstu viku. Svo þurfum við að fara að fá okkur gest, andskotin hafið. Ari Edvald, hversu ofta á ég að segja þér ég ætla að heyri Ari Edvald eftir og ætlum að fá hann í þátt. Ok, þið getur fylgst með því. Við hann bílastæðin. Fylgist með því næsta þætti. Svo er líka bara hver er hans nálgun í Reykjavík, þessi gæi nýflyttið til Reykjavíkur, hann er nýbúi. Já. Það er bara fullt sem getur rætt við hann. Shit. Bara ertu búin að fara á Skál? Ertu búin að fara þangað? Ertu búin að vera hér? Já. Ertu búin að vera í Bíóparadís? Já. Hvert er þetta búin að fara, Ari? Hvað ertu búin að vera í Reykjavíkur? Svenn er að lofa hér að ef Ari, að þú spyrir allavega. Ég spyr hann og ég ætla að segja að hann verður að segja já þegar hann er í frambúði. Já. Og þetta verði ég lofa að það verður ekki einhvern svona frambjóðandi eftir þennan frambjóðanda. Þetta er bara út af bílastæðamálum. En ef það kemur frambjóðandi eins og þegar Inga Sæland kom þá náttúrulega erum við ekki að tala um pólitísk. Sem skuldar mér ennþá keiluferð í Hilsull. Við tökum alltaf síðustu kvöldmáltíðina til þess að reyna að stýra umræðinni frá einhverju svona pólitískri ræðu. En við getum tekið síðustu kvöldmáltíð á Ara. Við tökum það. Hann segir bara lína og... Ég hugsa í gamla þetta hafi kannski verið lína og segjum það sé gamla sjáum hvað setur. Þetta er fyrnt. En það er margt fyrnt í Ara, held ég. Hugsa ég. En ég ætla að heyri hennu bara núna. Var þetta ekki bara fína sigur fyrir hjá okkur? Það held ég. Ég segi samt bara að það er í gangi núna, ef þáttunum kemur út á morgun, það er í gangi Reykjavík Cocktailvíkend. Já, sjátt á það. Það er ótrúlega gaman að lappa milli. Það er alveg stemmari, það er margir bara að taka þátt í þessu, það er verið Reykjavík Cocktailvíkend svona menjú á fullt af börum. Algjörlega. Og svo svona loka aðtöfnin er á sunnudaginn með einhver svona gala já. Og expo-in og þetta er flott sko. Þetta er vel á staði sko. Farið á Tix. Ef ekki að gefa Teit bara líka smá lof. Hann fær lof. Fyrir það að vera að standa í þessu alltaf ár eftir ár en alltaf með blásið hár eins og engill. Sko, hann hlýtur ekki að Dyson. Það hlýtur að vera. Það er Dyson. Og hann er búin að vanda sig og hann kann þetta svo vel. Ég er bara, vá, einhvern tíma þurfum að fá hann líka. Rafmagnsreikningurinn heima, svolítið hár. Dyson hár. Hann tekur rafmagn þessi. Dyson hár. Þannig að Reykjavík Cocktailvíkend, tjekkja á því. Það er ég. Herri, við verum í bandi. Það er ég.